Þá erum við komin að síðasta lið á dagskrá, það er umferðaröryggismál á Akureyri, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, umferðaröryggismál þau eru oft til umræðu hér á Akureyri og það er auðvitað skiljanlegt enda er ein grundvallarforsenda búsetu að búa við öryggi. Það þarf sífellt að horfa til öryggissjónarmiða, ekki síst í umferðaröryggismálum og ábendingar bæjarbúa hafa gagnast okkur og gagnast okkur að sjálfsögðu við ákvarðanir sem tengjast bættu umferðaröryggi. Víða hafa okkur borist ábendingar frá íbúum að umferðaröryggi sé ábótavant og þar má nefna dæmi athugasemdir íbúa í Stekkagerði, Skarðshlíð, Höfðahlíð, Álfabyggð, Spítalavegi, Lækjargötu, gönguleiðum yfir gatnamót sem liggja á Norðurgötu, Austursíðu Hlíðabraut, Hamarstíg og sérstaklega við Byggðaveg. Ábendingar hafa borist vegna gönguleiða við tengibrautir, til dæmis Hlíðabraut, Þórunnarstræti, Hörgabraut, Borgarbraut, Drottningabraut og Dalsbraut, svona dæmi séu nefnd. Þá hafa einnig borist ábendingar vegna umferðarmála við grunnskóla, til dæmis við Glerárskóla, Oddeyrarskóla, Giljaskóla og Brekkuskóla. Þá hafa íbúasamtöku Oddeyrargötu sent bæjarstjórn neyðarkall vegna þess sem íbúar telja sé ófremdar ástand vegna bílaumferðar. Árið 2009 þá undirritaði þáverandi bæjarstjóri Akureyrarbæjar samning bæjarins og umferðarstofu þar sem Akureyrarbæjar skuldbatt sig til að gera sérstaka umferðaröryggisáætlun. Sérstaka áherslu átti að leggja á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda, umhverfis skóla, leikskóla, félagsmiðstöð og íþróttamannvirkja sem átti að meta sérstaklega. Upplýsingar tjóna og slysatíðni og slysakort átti að vera notuð til að auðvelda tæknilegar aðgerðir til að ná tilætluðum árangri. Af einhverjum ástæðum sem ég þekki ekki til, þá varð ekki neitt úr þessu. Umferðaröryggisáætlun, hún miðar að því að auka vitund umferðaröryggismál en í því felst meðal annars að greina stöðuna, finna slysastaði, setja sér markmið og gera aðgerðaráætlun. Vegagerðin, Samgöngustofa og Verkfræðistofan Mannvit gáfu árið 2010 út leiðbeiningar vegna gerða umferðaröryggisáætlana sveitarfélaga en tilgangurinn var að útbúa ramma fyrir sveitarfélög sem getur nýst þeim við vinnslu umferðaröryggisáætlana. Vinnuferlinu er þar lýst mjög vel og gefnar upplýsingar helstu áherslur atriði varða til dæmis forsendur og undirbúning, stöðumat og greiningavinnu, markmið og áhersluatriði, verkefni og lausnir, forgangsröðun, kynningu umferðaröryggisáætlunar og framkvæmd og eftirfylgni sem skiptir auðvitað sköpum. Vissulega er vert að taka það fram að Akureyrarbær hefur unnið að umferðaröryggismálum þrátt fyrir að ekki hafi verið til umferðaröryggisáætlun. En að öllum líkindum myndi umferðaröryggisáætlun bæta upplýsingagjöf og ákvarðanatöku með faglegri og markvissari hætti. 21 sveitarfélag hér á Íslandi hefur lokið vinnu við umferðaröryggisáætlun en Akureyrarbær því miður ekki eitt þeirra sveitarfélaga og telji löngu tímabært að gera á því bragarbót. Ég legg því fram tillögu að eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn samþykkir að hefja undirbúning að gerð umferðaröryggisáætlunar og felur skipulagsfulltrúa og umhverfis- og mannvirkjasviði að leggja fram tillögu að framkvæmd hennar ásamt kostnaðaráætlun. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máls sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir að hefja þessa umræðu. Umferðaröryggisáætlun getur án efa verið gagnlegt plagg til að átta sig á hvar eru hættur, hvar má gera betur, hvað myndi úrbætur kosta og hver er forgangsröðunin. Og varðandi forgangsröðun þá koma vissulega upp í hugan gangandi og hjólandi fólk, börn og unglingar, umhverfi grunnskóla og leikskóla. Og eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana nefndi þá hefur auðvitað verið unnið að margvíslegum verkefnum til að bæta umferðaröryggi á Akureyri og ég nefni hér sem dæmi endurbætur við gatnamót Skarðshlíðar og Sunnuhlíðar og einnig á skólalóð Síðuskóla. Þá vil ég nefna að lækkun hámarkshraða í íbúðargötum niður í 30 km á klukkustund var veruleg framför. Dró mjög úr hraðanum, þótt einn og einn ökumaður keyri ennþá of hratt sem er afleitt. Við höfum líka verið í samstarfi við Vegagerðina úrbætur til dæmis á Hörgárbraut, þar sem er þung og mikil umferð. En talandi Vegagerðina, kostnaður Akureyrarbæjar við nýbyggingu gatna, viðhald og rekstur, til dæmis snjómokstur og hálkuvarnir, er verulegur. Og
Vegagerðin kemur aðeins að örfáum götum í okkar sveitarfélagi, þessum svokölluðu þjóðvegum í þéttbýli, sem vigta kannski 10% af öllum götum á Akureyri. Ég tel þetta fyrirkomulag vera tímaskekkju, því ef við horfum til dæmis á Hörgársveit, þá hlutfallið væntanlega á hinn veginn. Ríkið greiðir 90%. Og jú, það eðlilegt að ríkið greiðir fyrir þjóðveginn til Reykjavíkur og þjóðveginn til Dalvíkur og svo framvegis. En hvað með til dæmis veginn vestanmegin í Hörgárdal? Þar var í sumar unnið að risastóru verkefni til að færa sveitaveginn frá svo sem 4 eða 5 bóndabæjum. Væntanlega kostnaður upp á vel yfir 100 milljónir króna fyrir vegagerðina á vegi með umferð kannski 30 bílar á dag. Á sama tíma eru við hér með Glerárgötu þar sem eru að keyra það bil 10.000 bílar á dag. 300-falt fleiri. Og rökin fyrir þátttöku vegagerðarinnar í verkefninu í Hörgárdalnum eru væntanlega að fólk sem ekki býr í sveitarfélaginu noti þann veg ásamt heimamönnum. Og jú, gott og vel, en þá getum við spurt hvað með Þórunnarstræti, Dalsbraut, Skarðshlíð, nota ekki utanbæjar með þessa vegi. Jú, ég hef ástæðu til að ætla það. Þarna eru til dæmis Icelandair Hotel, N1 móti á Káa, Polla móti á Þór og svo framvegis. Ég tek fram að það er á engan hátt við Hörgársveit að sakast og ég nefni dæmi úr því sveitarfélagi, auðvitað þiggja þau allar samgöngubætur með þökkum. Og ég minni á að ríkið hirðir alla skatta og gjöld af bifreiðaeigendum. Sem sagt aðflutningsgjöld, virðisaukaskatt á kaupverð, bensíngjald, virðisaukaskatt á bensín, árleg bifreiðagjöld og svo framvegis. Ekki króna til sveitarfélagi. Þannig að niðurstaða mín er þessi. Ég kalla fyrir hönd Akureyringa eftir uppstokkun á fyrirkomulagi vegamála í landinu með það fyrir augum að ríkið komi með jafnari og heildstæðari hætti að uppbyggingu og rekstri vega á gatnum. Ekki bara í dreifbýli, heldur einnig í þéttbýli og þar með að sjálfsögðu af umferðaröryggismálum. Svo vil ég að lokum nefna að ferðamáti fólks er að breytast mjög mikið. Þannig hafa rafknúin reiðhjól orðið vinsæl á nokkrum árum þarna á Akureyri og henta sérlega vel með allar okkar brekkur í sveitarfélaginu. Og síðasta sumar sáum við skyndilega og mikla útbreiðslu á rafskutlum sem kalla á sérstaka athygli hvað varðar umferðaröryggi. Þannig að verkefni breytast og viðfangsefnin og bara sannarlega tímabært að hefja vinnu við kerfisbundna yfirferð á þessu og ég mun styðja þá bókun sem hér hefur verið lögð fram. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinu og orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt bókunina, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það og dagskrá þá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 2. og 10. mars, bæjarráð 3. og 10. mars, fræðslu- og lýðheilsuráð 7. mars, skipulagsráð 9. mars og umhverfis- og mannvirkjaráð 22. febrúar. Og allar þessar fundagerðir má finna og nálgast á heimasíðu bæjarins. Og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:05. Takk fyrir góðan fund.